enn einn snilld frá Jóni Gnarr. Það er bara, allt sem maður gerir er bara snilld. Grétur hlátri og svo er þetta á sama tíma mjög sorglegt, einhvern veginn. Samlestur getur verið svo stirður eitthvað, en hann var svo skemmtilegur og við hlógum svo mikið. Það kom mér dálítið óvart. En hann er náttúrulega, hann er einstakur í heiminum, þessi drengur, sko. Já, ég leik Hannes. Hannes hann býr með móður sinni og móður hans er kona. Hún er fullorðin kona. Pappa hans er dáinn. Og hann kemur í súper og í úlpunni sinni. Þetta er ekki búið að vænt úlpuna sína. Úlpan er svolítið besti vinnur hans. Svolítið fallegt að hún er hans öryggi, sko. Hún er fullur af sjálfsöryggi, gleði. Já, þetta er náttúrulega úlpan hans pappa, sko. Já. Það er ekki vænt þessu úlpuna, sko. Já, og pappans náttúrulega ekki lengur. Nei, hún líka, hún ver hann fyrir, snjókomu og rigningu. Já. Og vindinum. Já, og fólki finnst það merkilegri líka. Já, miklu. Það þykir vænn hann. Allt sem að Jón skrifar og allt sem hann gerir og allt sem hann kemur nálægt finnst mér að það hann er þessi trúður að Guðs náð, þar að segja í þeirri einmitt best og fallegustu merkingu. Að hann hefur harminn og hann hefur dýftina og hann hefur gleðina og hann hefur alltaf eitthvað að segja og þessi karakterar sem virka í fyrstu bara svona, þetta er náttúrulega æðislega fyndið. Ég leik til dæmis Bjössa sem fæddist kona, sko, og er í rauninni Gugga fram eftir aldri og verður allt í einu svo ofboðslega þunglynd Gugga og á mann sem elskar hana, sem er Bjössi, og hann er tilbúinn að skipta. Þannig að Bjössi verður Gugga og Gugga verður Bjössi. Þetta er svo, þetta er svo fallegt. Jón orðaði þetta svolítið fallega daginn. Þá talaði hann að leikritið var svona þryggjalaga. Já. Og efst er náttúrulega húmor. Svo í miðjunni er þessi ádeila og svo undir niðri er þessi harmur. Af því að ef eitthvað á að vera fyndið, þá verður að vera harmur. Já. Ef maður pælir bara í öllum karakterum sem Jón hefur skapað, já, að þessi fyndu karakterar, já, þeir eiga allir ofboðslega bágt. Já, það er nefnilega það. Fyrst virkaði þetta þegar við lásum þetta, þá var þetta bara alveg miljandi fyndið og skringilegi karakterar og ofsalega bara geggjuð einhvern veginn framvinda. En svo fannst manni, svo fór maður að átta sig á þarna er algjörlega hárbeitt ádeila. Þetta er feminismi, það er verið að deila á rasisma og það er verið að deila á þjóðernisrembing. Það er allt í þessu, en það er bara ofboðslega flott dulbúið í mjög skemmtilegan húmor. Og það kom okkur satt að segja óvart vegna þess að við höfum svo mikið unni með bara hjarta og alvöru tilfinningar í þessari sýningu og harminn og dýftina að við vorum svo hissa þegar fyrstu áhorfendur komu og fyrsti salurinn og það brjálaðist allt úr hlátri, meir og minna með reglulegu millibili í gegn. Við höfum bara gleymt í hvernig það var þarna. Já, maður var pínu búinn að gleyma þetta og manni fannst þetta fyndið, sko. Á samlestrinum. Þannig að þetta er greinilega, grínið er þarna. Já.